Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þeir horfa á Toyota Motorsport og efni þáttarins í kvöld. Önnur umferð DA Sport torfærunnar sem framfór við rætur Esjunnar á laugardaginn var. Gísli Gunnar Jónsson skoðar hér braut 4 rétt fyrir keppnina og það var vætusamt veður. Gísli Gunnar Jónsson leiðir Íslandsmótið með 20 stig, Gunnar Gunnarsson í öðru sæti, Ragnar Róbertsson í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson í 4. og Haraldur Pétursson með 8 stig í 5. sæti. Sigurður, hvernig leggjast brautirnar í þig? Mjög vel. Þetta stefnir að sé að koma í tófarakefni aftur. Það þarf að taka á þessu svolítið? Já, þess vegna erum við að mæta hérna og það verður tekið að því. Þetta virðist vera keppni þar sem að aflið og greipið skiptir talsverðu máli. Já, mann finnst svona, hefði mátt brautirnar enda svona 1 eða 2 hliðum fyrr stundum. Það er spurning hvort maður kemst, eða hvað maður kemst langt í þeim. Verður þetta erfitt? Nei, ég er bara gaman að þessu, fyrir jafn langt og ég kemst, það er ekkert erfitt. Það eru nokkra brautir sem verða mjög erfiðar. Og alveg viðbúið einhver eftir að fara hringi, fara kottnís. Þú ert nýr í torfærunni? Já, alveg nýr. Hvað kemur til? Hann er búinn að langa lengi. Svo bara... Já, vissi að bílinn var hægt að fá hann að leiða hann og svo bara kemur ljós. Ég var að setja hann mótor í bara á 50-daginn og því hann hrundi eftir síðustu keppni eftir ég kom heim. Hinn nýju mótorinn, þannig að það er búið að vinna svolítið í henni. Það ætti alveg að hafa það. Með það sem ég var að prófa í morgun vinnur hann vel. Þetta er erfiðara fyrir göttubílana heldur en síðast? Já, það er alveg á hreinu sko. Miklu lausara efni hérna og mikið brattari brekkur og annað sko. Það þarf náttúrulega ekki að spurja úrslit? Nei, ég þóttist nú vita því síðast líka, en jú, við ætlum okkur náttúrulega að vinna, við mætum alltaf með því hugafæri, en nú eru bara tekið á því. Þetta er svona spurning efni, þetta er svolítið nýtt efni hérna. Sumstaðar mjög laust. Þannig að ég hugsa að það skeri svolítið úr núna skófludekkin eða hindekkin. Og þá er það Daniel Gunnar Ingimundarson sem fer fyrstur á Green Thunder. Pínu pollur svona til þess að hella keppendur í upphafi keppninnar og Daniel kemst klakklaust í gegnum þetta. Sýnist að vera refsilaus enn. Tæplega hálnaður með brautina. Hann er að missa hérna allt og neðarlega. Já, niður fyrir rauðadekki hérna á 50 refsistig. Þetta er greinilega oflaust fyrir götubíl. Og hann bakkar hér ríflega bíllengd en virðist sleppa með það og tekur hér annað dekk. Hann er búinn að tapa 110 stigum, hefur hann tapað 220 fyrir lengdina. 20 stig farið þarna og 70, 120 refsistig, 230 hittir ekki á enda hliðið. Þá er það Þórður Bragason. Og hann situr bara fastur hér í fyrsta bolli. Bjarki Reynisson, nýliði í göttubílaflokki. Þeir gera þetta vel. Með rétta stefnu hérna, 230 fyrir lengd og aðeins 40 refsistig, 190 stig, Gísli Gunnar Jónsson. Þekktur fyrir að vera með bílinn vel varðan gegn því að vatn fari inn á vélina. Hann er refsilaus, hangir hér ofarlega. Já, vel gert hjá Gísla. Vantar hér svo í lokin hraðan 240 stig, engin refsing. Þá er það Haraldur Pétursson. Tipplar ofan á vatninu. Refsilaus. Og eins og Gísli hangir ofalega fyrir ofan dekkið þarna. Og fer samt ekki jafn hátt og Gísli og fær því 230 stig. 10 stigum á eftir Gísla eftir fyrstu braut.
var það Sigurður Þór Jónsson. Refsilaus og rétt eins og Haraldur og... Nei. Býðum við, hér er hann kominn nánast út fyrir braut. Má bakka bíllengdina sína. Ætlaði þarna hugsanlega að reyna að ná hraða til þess að komast í gegnum endahliðið, en það verður ekki. 240 fyrir lengdina og mínus 60 stig, 180 stig. Ragnar Róbertsson var í hörkuslag í síðustu keppni, snerti hérna óþörfu dekk, tapar 20 stigum. Leiddi lengi vel í fyrstu umferðinni, þar til brotnaði hjá honum millikassi. Það er bíllinn að kvarta yfir bleitu. Og 220 fyrir lengdina, en 100 refsistig. Það var Gunnar Gunnarsson. Það útlit fyrir að Bjarki leiði göttubílaflokkin, nýliðinn í þessari keppni eftir fyrstu braut, nema Gunnars geri hér, já, hann bara á leiðinu með að skila ágætis árangri. 220 stig, en 50 refsistig og 170 stig, Gunnar Ásgeirsson. Síðustu keppni og hann er núna með minni vél með nitrói. Hinn vélin var ekki með nitró viðbótarbúnaði. 230 stig en 100 refsistig, Björn Ingi Jóhannsson. Og hann tekur hér inn á vélina vatn. Óeðlilegt hljóð hér strax í upphafi. Og drap á hér í miðri braut, var ekki alveg sáttur við bílinn eins og sjá mátti. Yfirleitt drýpur ekki að Birni Inga, en hann sýndi þarna að hann hefur skap. 180 stig fær hann og engin refsing og er þar með í 5. sæti. Gísli Gunnar Jónsson leiðir Haraldur Pétursson í öðru sæti og nýliðinn Bjarki Reynisson 190 stig í 3. sæti. Það eru 8 brautir, 2 síðustu brautinar eru tímabrautir. Og Þórður Bragason fer fyrstur hér í braut nr. 2. Það þarf að taka vinstri beygju til þess að sleppa við þetta dekk sem hann fer hér að út fyrir. Og hann bakkar. Tapast á 40 stig pluss 50 í viðbót fyrir að fara þarna yfir dekkið. Hún að tapa 90 stigum. Og svo er það loka hnykkurinn með hliðin á startinu. Hér er ekkert tilsparað, en kannski heldur of lengi á gjöfinni. Ef hann hefði nú aðeins tiplað á bremsuna þegar hann lenti að aftan, þá hefði hann ekki farið aftur fyrir sig. Já, vegna þess að hjólinn er í átæki en þá fer bíllinn aftur fyrir sig. Hann var á leiðinni upp á brúnina, en það kemur með æfingunni. Þá var það Bjarki Reynisson, var í 3. sæti eftir fyrstu braut. Ah, 240 stig fyrir lengdina, 40 refsistig, Gísli Gunnar Jónsson. Og nær þessari vinstri beygju vel, refsilaus. Gísli fyrstur til að fara alla leið, 300 stig, Haraldur Pétursson. Kemur hér illa upp úr þessari holu og beint á dekki og 50 refsistig. Svona lagaði dýrt. Keppnin er það jöfn að menn með ekki við því að riðlast svona yfir dekkin að óþörfu. Og léttur bíllinn flýgur hér upp. 250 stig, Sigurður Þór Jónsson, og sleppur vel hérna. Refsilaus en þá. Eftir þrönga og keyrir í gegnum endamerki en fær 10 refsistig. 290 og Ragnar Róbertsson lendir á villigötum hér. Óheppinn að bíllinn skildi leita svona mikið til hægri og hann tapar 40 stigum á þessu bakki sínu. Já, ekkert mál, 300 stig fyrir lengd en 70 refsistig. Gunnar Gunnarsson
refsilaus en þá sýndist mér. Nei, tapar 20 stigum á því að snerta dekk, 280 stig, komið 450 stig og hækkar sig sæti, komið upp í 5. sæti. Gunnar Ásgeirsson 420 stig samtals, fekk 290 stig, Björn Ingi 290 stig, 470 alls. Björn Ingi þar með upp í 3. sætið og Daníel Ingimundarson. Og hér hefur stýrið greinlega farið úr sambandi hjá honum og hann farið aðeins 90 stig. Ekki starfsáttur við þetta og Rafn Arnar. Já, upp á fyrir hann 270 stig og staðan þá eftir 2 brautir Gísli Gunnar Jónsson leiðir með 540 stig, Haraldur Pétursson 480, Björn Ingi Jóhannsson í 3. sæti á kicker með 470, við hlið hans Sigurður Þór Jónsson á Toshiba-tröllinu, Gunnar Gunnarsson í 5. sæti og leiðir í götubílaflokki. Það var að Gísli Gunnar Jónsson í 3. braut. Snertir þarna, nei, þetta var nú ekki dekk, þetta var steinn. Þannig hann er refsilaus og hann er að fara í fyrri hindrun í brautinni þar sem að 200 stigin fást. Þau eru upp á brúnni og brautin heldur síðan áfram en Gísli hikar hérna eitthvað. Fær ekki nema 180 stig. Þá er nú möguleiki fyrir Harald Pétursson að skríða upp fyrir. Æ, óheppni, 190 stig. Og kona Haraldar ekki alveg ánægð með þetta. Sjáum á. Sigurður Þór Jónsson. Nei, þetta virðist vera ókleift, 190 stig. Ragnar Róbertsson, götubílarnir fara nú væntanlega ekki þarna upp, vantar grip. Ragnar Róbertsson 160 stig. Gunnar Gunnarsson. Hann mátar hér vel í brekkuna, 170 stig. Gunnar Ásgeirsson. Æ, vantaði Hér sprengir hann upp úr. Æ, þetta skemmir blöndunartækin og leiðina fyrir bensín og loft inn á vélina. Og þetta varð honum dýrt. Næstu brautir fóru í það að reyna að gera við bílinn og eins og við sjáum að þá eru menn búin að sætta sig við það að þessi braut sé ekki fær upp fyrir 200 stiga hliðið. Staðan breytist því lítið. Gísli Gunnar Jónsson er með 720 stig, Haraldur Pétursson í öðru sæti. Sigurður Þór Jónsson skríður þó upp fyrir Björn Inga Jóhannsson sem var í 3. sæti, jafn Sigurði áðan. Gunnar Gunnarsson heldur áfram forystunni í götubílaflokki. Gunnar Ásgeirsson í 7. sæti. En átt eftir að falla niður. Gísli til hægri, Haraldur til vinstri að skoða næstu braut og Sigurður Þór Jónsson fer hér fyrstur. Það byrð þriðjungur brautarinnar búinn. Það er að fram af aftur og taka þar vinstri beygju í talsverðum bratta. Gæti sín á því að stoppa ekki en snertir þarna dekk á 20 stigum. Og svo hér á 50 stigum, búinn að tapa 70 stigum og þá er það loka hnykkurinn á brautinni. Nei, hér vantaði að lítinn hraða, fær 170 stig, 830, Ragnar Róbertsson. Reyndi þarna að kasta afturendanum til að komast inn fyrir dekkið en það tókst ekki, tapaði 20 stigum. $200 stig fær hann, komið 710 alls, Gunnar Gunnarsson. Þetta er 4. þraut, 20 stig þarna farinn. Fær ekki nema 250 stig, hann fyrir upp á brúnna en hann þarf að geta ekið í burtu eftir þrautina til þess að fá 300 stigin. Þá nú lítið hann að gera hann að taka bara sporið. Björn Ingi. Og hér var vélinn farin að láta illa eftir vaskusuna í fyrstu braut og hann fær aðeins 30 stig hérna. Daníel Ingimundarson. 20 stig farinn þarna. Og svo er hann á þessari vinstri beygju. En drepur á óheppinn, kemur bílnum þó í gang en þá er möguleikin farinn til að klára þessa braut. Já. Óheppinn þarna, drap á og þá er það Rafn Arnar Guðjónsson. Og hér vantar nú bara hestlumuninn upp á.
190 fyrir lengdina. Og Bjarki 190 einnig. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Sleppur hér bæði uppi og niðri. Og Gísli fer upp á alla leið og keyrir í burtu. Það eru 300 stig. Og refsilaust komið 1020 stig. Haraldur Pétursson. 20 stig farinn þarna. Hann eins og ekkert sé, en hann tapar 30 stigum, fær 270. Gísli að honum glaður og kátur með þessa stöðu, komið 80 stiga forskot á Harald Pétursson. Gunnar Gunnarsson kom upp í 3. sæti, Sigurður Þór Jónsson fallið niður í 4. og Rafn Arnar í 2. sæti í götubílaflokki í 5. sæti yfir heildina með 770 stig. 5. braut, jafnslétta, pollar, drulla og pínlítil hindrun áður en að haldið í brekkurnar. Gunnar reynir að setja stefnunni hér á 300 stig í þessari braut og ætla að fara í mitt í gegnum þetta hlið en fær ekki nema 190 stig. Björn Ingi var kominn á ráslínuna til að fara næstur en bílinn drap á sér. Hann verður að fara aftur fyrir þá er það Rafn Arnar Guðjónsson. Hendir aðeins og langt til vinstri og veltir bílnum og beint ofan í vatni og hjálmurinn fyllist af vatni. Eftir örfá sekúndur voru menn þó komnir að honum til þess að bjarga honum út úr bílnum og það er nú allt í lagi með hann. Þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Að sjá það að það er ekki gott að reyna að fara í miðjuna og hann velur þann kostinn að taka á sig 20 refsistig í gegnum þetta hlið og er fyrstur til þess að fara yfir þessa hindrun. Og fær 280 stig, 20 refsistig, Haraldur Pétursson næstur. Gísli fór hægra megin. Haraldur reynir að fara vinstra megin. Hann er að reyna að stefna á það að ná 300 stigum hérna en hann snerti dekki þarna og tapar þarna stigum. Og hann tapar heilum 60 stigum, fær hans 240 stig. 50 stigum tapaði hann þarna og síðan snert hann dekki enda hliði. Sigurður Þór Jónsson. Það dregur sundur. Nei, Sigurður fer allt og langt hérna til vinstri og bakkar þar að auki þannig að þetta var svona álitamál hvort það var á langt eða ekki. Sleppur með það 300 fyrir lengd en mínus 90, 50 fyrir dekkið og 40 fyrir bakkið. Þá er það Ragnar Róbertsson. Hann velur hægra megin, sömuleið og Gísli rétt snertir dekkið þarna, var næstu búinn að gera þetta refsilaust. Reyndar búið að kroppa svolítið úr bakkanum þarna. Og upp á fyrir Ragnar en er opinn, snertir hérna dekkið endalega og tapar 30 stigum. Og Ragnar er þar með komin upp í annarsæti í götubílaflokki, 5. yfir heildina. Gunnar Gunnarsson leiðir sig fyrir í götubílaflokki en Gísli Gunnar Jónsson leiðir heildarkeppnina með 1300 stig, 120 stigum meir en Haraldur Pétursson. Síðan kemur Sigurður Þór Jónsson í 3. sæti á 1040 stigum. 7. braut, síðasta braut fyrir tímabrautirnar og Daniel fær hér 200 stig. Rafn Arnar. Hún ná sér eftir veltuna áðan. Nei, hann var sko ekkert búinn að ná sér. Á toppinn aftur, 100 stig. Það var það Bjarki, 50 stig í mínus þarna fyrir að fara yfir dekkið. Og önnur 40 fyrir bakkið. Hann ætla greinilega að reyna að fara þessa braut á 300 stigunum. Ná 300 stigunum fyrir. Vakti að vera lítinn hraða, 240 fyrir leik, 90 refsingu, Gísli Gunnar Jónsson. Sjá hvort hann tekst að hanga nú ofarlega og snúa afturendanum. Nei, 50 stig. Og reyndi þetta nú ekki af neinum krafti, 230 fyrir leik, tapar 50 stigum, Haraldur Pétursson. Á nú einhvern möguleika á því að skríða nær Gísla. Til þess þarf hann að sleppa við dekki sem hann er að koma að hér þar sem að Gísli fekk 50 refsistig og Haraldur tapar þarna 20 stigum. Og eins og hjá öðrum vantar hestumönnum til að fara upp á 220 stig, Sigurður Þór Jónsson. Haraldur tapaði þó bara 20 stigum á meðan Gísli tapaði 50. Sigurður tapar 20 stigum þarna.
og upp í gegnum endahliðið en tapar 60 stigum. Fær 240 fyrir brautina, 300 fyrir lengd og mínus 60. Ragnar Róbertsson. Já, 300 og mínus 30. Vel gert hjá Ragnari Róbertsinni. Er að sækja að Gunnari Gunnarsinni. Þeir eru í baráttunni í götubílaflokki. Og að því að Gunnar fer ekki hér upp fær hann bara 220 stig og þá jafnast nú munur þeim og bílinn hefur fengið á sig högg og það er klofinn hjá honum skiptingin og það fer að leka út olía og Gunnar Ásgeirsson verður endanlega hætta keppni, fekk 80 stig fyrir lengdina hérna í þessari braut. Gísli Gunnar Jónsson leiðir sem fyrr, er 100 stigum á undan Haraldi sem er aftur 100 stigum á undan Sigurði. Ragnar Róbertsson búinn að jafna Gunnar Gunnarsson og 2 brautir eftir og Bjarki Reynisson ekki langt undan með 1080 stig. Og þá er það fyrri tímabrautin og hún endar í djúpum polli. Það þarf að komast yfir hann og upp á pínu hól og Rafn Arnar fer 90% brautar og tapar 10 stigum fyrir að snerta brautarmerkingu. Og Bjarki vantaði hraðan hér til að reyna að stökkva yfir þessa hólu. Hann stoppar þarna líka og fær 90 stig og forðaði sér upp úr bleitunni. Gísli Gunnarsson. Erfiðleikum með að sjá annlega út. Nær hér hraða yfir litlu hóluna og upp á og í mark. 38:20 er tíminn og 10 refsistig. Gísla, Haraldur Pétursson á bíl sem planar vel, mikið afl. En hér drekkir hann vélinni, það fyrir vatn inn á vélina og alla leið inn á strokkana og það var ekki einu svona hægt að starta bílum, það var að taka kertin úr til þess að reyna að koma honum í ganga aftur. Og þá á nú Sigurður Þór Jónsson alveg raunhæfa möguleika á því að komast upp fyrir Harald Pétursson hér í þessari braut. Það munið á þeim 100 stigum og Harald var að fara 60% brautarinnar. En Sigurður Þór Jónsson, hann klárar þetta á 38:89, örlítið lakar tími heldur en hjá Gísla og Ragnar Róbertsson á kafi í pollin, 90%. Og Gunnar, þeir eru í slagnum, þeir voru jafnir fyrir þessa braut og Gunnar með bilaða skiptingu. Það hindrar hins vegar ekki því að það ná tímanum 39, 80 og 3 og Daniel Ingimundarsson. Þeir eiga eftir að fara yfir þennan poll aftur og Daniel er að komast hérna yfir pollin. Maður með græna flaggið segir til vendan 1:07:54. Gísli Gunnar Jónsson leiðir sem fyrir með 1770 stig. Sigurður Þór kominn upp fyrir Harald Pétursson og það munar á þeim 6 stigum og 1 braut eftir. Gunnar Gunnarsson í forystunni aftur í götubílaflokki er þarna einum 24 stigum á undan Ragnari Róbertsinni. Og loka þrautinn, Bjarki Reynisson drekkir bílnum hér. Gísli Gunnar Jónsson og nær að plana yfir pollin og hitta á endahliðið. 28:61 tíminn, tapar 20 stigum. Og þá er það Haraldur Pétursson. Það er unun að horfa á hann bíl á vatni og meðan hann sekkur ekki 32 nú lein og tapar 20 stigum. Sigurður Þór Jónsson, hann og Haraldur í hörkuslag og það er tíminn sem að ræður og Sigurður Þór Jónsson verður að sætta sig við þriðasæti. 34:12, 2 sekúndum eftir Haraldi og þá er það Ragnar Róbertsson sem er í slag við Gunnar og missir bílinn hér til vinstri. Og vantaði hér kannski nýtróði til þess að ná upp hraðanum og spólinu til þess að klára þessa braut. 90 stig og þá er spurningin hvað Gunnar Gunnarsson gerir með bilaða skiptingu. Og hér verður hann að slá bílinn niður gír og þegar það gerist þá dælist olían út af gírkassanum. Bílinn gengur þó ennþá og það er smá átök á hjólunum og upp úr kemur hann og í gegnum endahliðið og nær tíma 46:38 sem er betra heldur en 90% brautar sem að Ragnar fór. Og Daniel, jú, hann fagnar.
Eðlilega yfir fór hann á 38-77 og þá sjáum við hérna lokastöðuna í annarri umferð. Gísli Gunnar Jónsson sigrar, Haraldur Pétursson komst upp fyrir Sigurþór Jónsson hér í loka þrautinni og Gunnar Gunnarsson sigraði í götubílaflokki. Ragnar Róbertsson var þar í öðru sæti. Það var dundurslagur. Bjarki Reynisson hafnaði í 3. sæti í götubílaflokki. Gunnar Gunnarsson ánægður með sína bikara. Bjarki Reynisson lengst til hægri í myndinni séð frá okkur. Og við hlýða hans Gísli Gunnar Jónsson. Þetta er náttúrulega rosalega góð byrjun en það er náttúrulega þá meiri pressa á manni. En maður er náttúrulega búinn að vera lengi í þessu að maður er fann að venjast pressunni þannig að þetta er bara, maður verður að taka því bara. En sem betur fer þetta bara önnur keppnin. Þannig að við jöfnum það. Það er ekki vandamál.